þriðju serju af fyrirlestraröð í hádeginu hérna hjá okkur í Vídalínskirkju. Þessi fyrirlestraröð fjallar samskipti og þá helst samskipti innan fjölskyldna sem eru náttúrulega okkar nánustu og mikilvægustu samskipti. Ég heiti Matthildur og hjá mér hún Aðalbjörg Helgadóttir, hjúkrunarfræðingur, höfundur samskiptabóðorðanna og doktorsnemi. Þannig að það nú heilmikið sem þú ert að fást við. Og við erum búin að fá þig hingað til þess að ræða einmitt þetta, þessi nánu mikilvægu samskipti, bæði í bara kjarnafjölskyldunni og líka svolítið stórfjölskylduna. Af því þá stundum flækjast málin þegar fleiri koma á borðinu. Mér langaði bara að spyrja þig hvað eru samskipti? Af hverju skiptir þetta okkur svona miklu máli? Já, það bara mjög góð spurning. Og samskipti eru náttúrulega svona skilaboð sem við gefum hvort til annars og með samskiptum og þau skapa tengsl, þess vegna eru þau svo mikilvæg. Og ekki síst að þá líka svara við þörf okkar fyrir tengsl, af því að við erum bara öll manneskjur og við þurfum hvert á öðru að halda og samskiptin er það sem eiginlega svarar þessari þörf. Þannig að þó að við kannski oft áttum okkur ekki á því, ekki kannski fyrir en að okkur skortir það, eins og til dæmis við höfum mörg upplifað núna undanfarið ár, að þá náttúrulega eru samskiptina miklu svona skortnum skammti, skulum segja. Og þá finnum við að þessari þörf ekki fullnægt. Og þá vantar okkur eitthvað. Og margir hafa upplifað þá einmanakennd í kjölfarið, sem auðvitað mjög sár tilfinning. En samskiptin í rauninni, þau líka, það má ekki gleyma því líka, að þau gera verkum að við upplifum okkur tilheyra. Við kannski eigum í traustum samskiptum, til dæmis á vinnustað, eða í hóp, eða meðal vina eða ástvina, og þar sem við erum örugg, okkur líður vel, og við tilheyrum. Við erum viðurkennd inn í þessum hóp. Það orð og okkar raddir fá að heyrast, og það rúm fyrir þær. Og það eru samskiptin. Og þetta gefur okkur þessa svona tilfinningu svona innra með okkur að ég skipti máli. Þú veist, ég mikilvæg og verðmæt manneskja. Og það fær maður með samskiptunum. Þess vegna eru þau svo ótrúlega mikilvæg. Já, nefnilega. Og auðvitað þú talar hvernig aðstæðurnar, eins og í COVID, hvernig það getur haft áhrif á samskiptun okkar. Hvernig hafa þau áhrif á samskipti og tengsl? Með hvað hætti? Hvernig geta svona erfiðar aðstæður haft áhrif? Þau, svona erfiðar aðstæður eins og við erum búin að vera að fara gegnum núna, bara eins og svona krefjandi aðstæður yfirleitt, þau svona draga fram annaðhvort styrkleika okkar og líka veikleikana. Þannig að til dæmis eins og núna undangengið ár hefur verið gríðarlega krefjandi, sérstaklega fyrir fjölskyldur. Sérstaklega, ég meina fólk að vinna heima, börnin okkar að læra heima. Saman allan daginn. Og ég til dæmis hugsaði að bara svona tek dæmi bara á okkur heima, því eins og þú sagðir áðan þá ég í doktorsnámi og að vinna heima, ég ekki að vinna við klíníska hjúkrun akkurat núna. Þannig að ég heima að vinna, en ég á líka lengst af á síðasta ári voru við 3 ár, þar voru 3 dætur mínir heima líka að læra, allar í háskólanámi og á tímabili var maður minn líka heima. Þannig að það var jafn gott að tengslin væri góð. En það líka þá kom líka í ljós, svona, ef ég tek bara dæmi á okkur, í rauninni okkar styrkleikar, sem það að okkur hefur lánast að líða vel saman. Þannig að við vorum allir gátt einhvern veginn, við reyndar eigum stórt hús sem klárlega hjálpar til. Já, það hlýtur hjálpa til, það er svolítið farið sitt á. Já, þannig að hver hafi svona sitt rými. En það þannig að líðan okkar í aðstæðum hefur mikið að segja upp á samskipti. Við til dæmis getum bara upplifað það að vakna, fara öfum fram úr einhvern tímann. Og þá verður dagurinn dálítið verri allur einhvern veginn. Og við kannski tökum samskiptum neikvæðar heldur en ella. Þú veist, að því að okkur bara líður ekki vel. Þannig að við verðum fyrir kannski að rífa okkur frekar niður. Líðan skiptir máli þarna og hlutverk okkar líka. Þú veist, til dæmis eins og ef við eigum í samskiptum sem eru í vinnunni, þá erum við í skilgreindu hlutverki. Og ég man til dæmis bara, og mér finnst það ágætt til dæmis og ég vona að það truflir ekki, en eins og þegar ég að tala samskiptum, fínt að taka dæma af mér. Af því að ég líka bara, við erum bara öll manneskjur, það auðvelt að tengja við það sem aðra hafa reynt. Mér fannst til dæmis þegar ég var að vinna við hjúkrun á Landspítalanum
að þá klæddi ég mig í hlutverkið. Já, bara sloppin. Já, bara í hvítu fötin og var bara komin í hlutverkið. Já. Svo eftir að ég hætti á þar, ég var að vinna á vökudeildinni á Barnaspítalanum, og svo þaðan fór ég að vinna við skólaheilsugæslu. Og þar var ég bara í mínum fötum. Já. Og þá hugsaði ég, býtu, ég Aðalbjörg hérna, eða ég hjúkrunarfræðingur, eða hvað ég þannig að fötin skilgreindi mig þarna. Og það var svo auðvelt. En það líka þegar við erum í ákveðnu hlutverki, þá eitthvað gerð til okkar gerða ákveðna kröfur, skilurðu. En svo til dæmis erum við með móðurhlutverki kannski líka. Já. Og öll þessi hlutverk koma saman inn í samskiptin sem við eigum í. Þannig að reynslan okkar sem við eigum að baki, hún kemur saman í hvert og eitt hlutverk sem við gegnum í lífinu. Já. Þú veist, til dæmis eins og, að því nú erum við hér stödd í Vídalínskirkju, þú veist, ef þú ert prestur og ert að sinna sálgæslu fólk sem að kannski hefur mist ástvin sviplega og þú átt kannski sjálf þessa reynslu líka, að hafa mist ástvin sviplega, þó þú sért ekki endilega að deila þeirri reynslu með þessum syrgjendum, að þá bærðu þessa reynslu með þér. Og hún gerir að verkum að því að samskipti eru svo merkilegt fyrirbæri og tengsl að fólki finnur svona samkennd. Það veit ekki endilega af hverju, það kannski bara lappar út og bara vá hvað þetta var yndislegu prestur og hún skildi mig svo vel og eitthvað. Kannski var það mitt vegna þess að þessi prestur á líka þessa reynslu. Þannig að sko við getum aldrei bara verið í einu hlutverki. Nei. Þú veist, þannig að við berum öll hlutverkin með okkur og það er svo gott, það er svo dýrmætt. En það hlýtur að geta verið líka tvíeggja sverð. Einmitt, sko það er álag í vinnunni og svo kemur þú heim, vinnum dyrnar og þú getur ekki alveg skilið eftir sko álagið í vinnunni, ekki alltaf. Og eins með COVID, sko, þú ert inn á heimilinu og þú getur ekki sko kvíðinni yfir veirunni og öllu þess, þú getur ekki alveg lagt þetta hliða þó þú sért kannski bara að hjálpa barninu þín að læra heima eða gefa því að borða. Einmitt. Það er svolítið. Það er þannig og það er líka, þarna ertu líka komin með allt álagið inn á einn og sama staði. Já. Það er náttúrulega mikið talað það, þú veist, við höfum náttúrulega mikið talað kulnun sem að tengist vinnu, jafnvel líka þegar kemur eitthvað saman í einkalífinu álag, að þá svona saman getur þetta orsakað það að fólk er bara að brenna út. Já. En eins og núna í gegnum COVID, þá ertu með þetta allt á sama staðinu. Já. Og það er engin, þú ert ekki eins og, þú sagðir, þú getur ekki farið í sko sloppin. Nei. Það er erfitt að gera sko skil á milli. Mjög erfitt. Já. Og ég veit að fólki hefur, sko, ég held eftir því sem að leið á, þú veist, meðan við vorum lokuð alveg inni, að það fór fólk að búa sér til svona aðgreiningar. Að loka sig af, þú veist, nú er ég hérna á fundi eða eitthvað. Og ég setti miða eins og hurðinni hjá mér daginn, þá var ég að kenna hérna fjarkenna námskeið vestur á Ísafjörð og setti miða, bara að kenna, þá var ég bara upptekinn. En þetta er samt, sko, að það ertu koma á einn og sama staðinn, allt þetta álag, allt þetta sem að þú ert að takast á við. Og það er rauninni verður miklu meira krefjandi fyrir þig sem manneskju. Ég tala ekki með fjölskyldu sem er kannski líka, það sem er líka kannski erfiðleikar, það sem er kannski líka eitthvað krefjandi. Og það kallar auðvitað á það að þú þarft að vera svolítið, hvað maður segja, hérna sjálfur í góðu lagi, með þínar grunnstoðir hérna í góðu lagi. Já, einmitt að það flæði ekki eitthvað neginn yfir, sko. Já, það geta líka kannski, ef við bæta eins við þetta, af því að sko, það er líka mikilvægt í svona aðstæðum að sko draga, að loka líka á það álag sem þú þarft ekki. Já, áhugaverður punktur. Já, að vera ekki, þú veist, að því að kannski er bara álagið í vinnunni alveg nóg. Og bara slökka á fréttunum, skilurðu, á kvöldin. Og vera bara að borða með fjölskyldunni þinni, af því að við höfum líka þörf fyrir að deila kannski með fjölskyldunni hvað við erum að takast á við. En það líka bara hjálpar okkur svo mikið að takast á við bara þetta daglega. Af því það er það sem að yfirleitt veldur því, þetta daglega álag, það er það sem að veldur því að við sko brennum út, eða skilur við, verðum bara örmagnast af þreytu. Já. Og þetta er kannski svolítið tengt í eins og fólk eru ofta að tala að reyna að einfalda lífið, einfalda hversdeginn, til þess að loka þetta óþarfa álag, þetta óþarfa suð sem getur verið alveg út allt. Já, og kannski var þetta nú kannski svona full mikið ílagt, þetta COVID, full mikil einföldun á lífinu svona, en ég samt að því að maður bara eina sem að maður rauninni gerði, þá var að hreyfa sig, skilur, fara eitthvað út daglega, reyndi það allavega,
En svo líka hugsaði ég veit ekki hvort ég sá í áramótaskaupinu þegar var senan þegar maðurinn fyrir að hlaupa eða konan og mætir einhverjum kunningja sínum og þau bara, ég bara hætti að kunna Já, kunningi lengur hittast á börnum vegi. Og ég fann þetta svolítið, þetta var svolítið svona þægilegt, bara að loka sig af og þurfi ekkert að eiga í miklum tengslum, skilurðu, nema kannski bara við sitt nánasta fólk og geta bara að vera á netinu og setja eitthvað þar inn og þannig að sko, það var kannski full mikil einföldun svona. Að því að náttúrulega tengsl eru flókin. Já. Þau eru mjög flókin og þau eru orkufrek, þannig að einhverju leyti vant að pása. En svo þú talar þetta rými sem allir fengu. Sko, mér finnst það einmitt vera svolítið partur af kannski sko að virðingunni, að virða hvort annað. Og hvað segir þú það? Sko, hvað er virðing? Og skiptir hún máli í fjölskyldunni? Hún skiptir bara hún er algjört lykilatriði. Og að því þú sagðir samskiptaborðin áðan, að þá byggja þau eru svona leiðarvísir góð samskipti. Og þau grundvallast á 5 þáttum sem eru einlægni, umhyggja, samkennd, trúnaður og virðing. Og virðingin er þannig að að bera virðingu fyrir öðru fólki snýst bara það að að við erum öll mikilvæg, við höfum öll okkar þarfir og langanir og viðhorf og skoðanir og allt það. Mínar viðhorf og langanir og skoðanir þurfa ekki að vera sömu og þínar, en ég ber virðingu fyrir þínum. Ég fer ekki og baktala hvað þú hefur ákveðið að gera í þínu lífi. Það er frekar að ég hveti þig áfram eða reyni þá að leiðbeina þér ef þú ert farin einhver villuvegar. En það er þetta að geta einhvern veginn borið virðingu fyrir öðru fólki þannig að þetta er snýst líka umhyggjuna. Að hafa einlegan áhuga á fólki, þú veist, og hvað það er að gera og geta kannski frekar dáðstaði, skilurðu, og ef að maður hefur eitthvað við þurfum ekkert að hafa skoðun hvert á öðru, þú veist, við getum miklu frekar bara, dáðstað fólki kannski sem að, lætur draumana sína rætast eða eitthvað slíkt og borið virðingu fyrir því. Að ég held að við erum öll að reyna að gera okkar besta, en það sem er bara mjög mikilvægt í þessu, að til þess að geta borið virðingu fyrir öðrum, þá þurfum við að byrja á því að bera virðingu fyrir okkur sjálfum. Þú veist, það er eiginlega svona lykillinn að því. Að bera virðingu fyrir okkar þörfum og löngunum og að svara þeim, þú veist, eins og viðeigandi skilurðu, en það er þetta að geta svona, að því að ef við berum ekki virðingu fyrir okkur, að þá er svolítið erfitt að ætlast þess að aðrir gera það. Skilurðu, við þurfum svolítið að geta átta okkur á því hvað við viljum, hvernig við viljum að sé komið fram við okkur, þú veist, og við komum það líka þannig fram við aðra. Þú veist, alveg svo talandi samskipti og tengsl til dæmis eins og við börn, að börn til dæmis ef við berum virðingu fyrir börnum, komum fram við þau eins og við viljum, eins og við getum ímyndað okkur að við myndum vilja að þau væru sem fullorðnar manneskjur, þú veist. Og að þau væru, og þannig að þau læra svo mikið af því sem við gerum, miklu meira heldur en af því sem við segjum. Já, algjörlega. Þannig að það er þetta að þau skynji það líka að við höfum til að bera ákveðna sjálfsvirðingu. Við látum ekki valda yfir okkur, þú veist, við svona sýnum þegar við upplifum að sé vera að fara yfir okkar mörk eða þá að einhver sýnir okkur dónaskap, að þá kannski erum við ekkert endilega að svara viðkomandi með dónaskap, heldur ákveðinni yfirvegun og líka þegar þau sýna manni dónaskap, sko, að setja þeim heilbrigð mörk. Einmitt, bara þetta gerum við ekki hér, við getum átt þetta, við getum talað saman með þetta og komist að betri niðurstöðu. En það er kannski ekki góð leksía fyrir barni að þú öskrar á það tilbaka, sko. Það lærir kannski ekki mikið af því. Það er ekki þannig, sko. En þetta er samt, sko, eins og í stórfjölskyldum, örugglega bara hægara sagt en gert, eins og þú segir, sko, að vera ekki að hneykslast og tala einhverja fjölskyldumeðlimi sem er að gera hluti sem maður kannski hefur ekki alveg skilning á, og það þarf bara ákveðna sjálfstjórn þarna. Af því það getur verið stundum bara svolítið gott að detta í veistu hvað hún Sigga frænka er? Allt þetta sko svo mannlegt og þegar maður skilur ekki og finnst undarlegt sko ákvarðanir annara eða hvað sem það er sko. En það er kannski um þetta, það má spyrja. Það má spyrja og það má líka alveg hafa eitthvað skoðun. Vera forvitin, skilur bara, hún er bara að gera þetta er mjög skrítið, ég myndi aldrei gera þetta, en áhugavert að hún skulle hafa áhuga á þessu. Kannski heyri Sigga frænka og fá ég að vita af hverju, í staðinn fyrir að bara tala um það. Já.
Og svo líka þegar við höfum, sko, eins og stórfjölskyldan mjög flókið fyrirbæri. Já. Þú veist, að nú einhver sem að skrifa var ekki að maður getur valið sér vini en ekki fjölskyldu. Já. og þetta náttúrulega oft fólk bara sem að kannski maður kann ekki sérstaklega við þegar þannig, en þetta samt fjölskylda og það kostar ekkert að vera kurteis. Nei. Og það getur reynt verulega á tengslin og samskiptin, kannski ef það kemur eitthvað upp á í fjölskyldum, því það getur verið mjög flókið. Já. En þá það líka, þú veist, af hverju til dæmis, ég hugsa þetta stundum, af hverju erum við oft kurteisari við fólk sem okkur fjær, heldur en þá sem að standa okkur nær? Já. Þú veist, af hverju, að því að oftar eins og þegar við komum heim, að þá eins og við sleppum okkur, skilur. Það bara eins og við tökum á okkur öll hlutverking sem við erum í og erum bara einhvern veginn, þú veist, eins og við komum til dyrana. En það gerir það líka verkum að við kannski leyfum okkur oft að segja hluti við fólk sem við stórfjölskylduna eða fjölskylduna sem við myndum aldrei segja við einn annan, skilur. Nei. Kannski trausti þess að tengslinn sko séu alltaf þarna. Já. Við erum alltaf skyld. Já. En kannski áttum okkur ekki á að við getum samt skemmt þau, þó við séum áfram skylda, þá kannski ekki tengslinn þau sömu, sko. Já, og það meira sér líka það að ef það kemur eitthvað rof, eða þú veist, ef það til dæmis, ef að fjölskyldumeðlimur særir þig, þú veist, það oft erfiðara, það erfiðara, heldur en ef þetta eitthvað út í bæ, eða eitthvað í vinnunni, það fyrir oft bara eitthvað formlega ferla, skiluru, og jafnvel bara ef þetta vinur eða vinkona, að þá einhvern veginn auðveldra jafnvel að draga ákveðna svona skarpa línu, en ef þetta fjölskyldan, þá verður þetta svo flókið, að þetta snýst tilfinningar. Þannig að það er ennþá meiri ástæða til sína meiri virðingu og meiri kurteisi, heldur en út í bæ. Já. En við högum okkur oft öfugt. Já, við gerum það, sko. Og skilum svo ekkert í því, af hverju samskiptin eru svona erfið í fjölskyldinni. Nei, einmitt. Já, nefnilega, sko. Og þú hefur sagt að nánustu samskiptin sem við eigum í eru líka þau flóknustu. Og hvað meinar það með því? Já, það sko, ég man einhvern tímann þá hugsaði ég var einhvern tímann að hugsa svona samskipti og var held ég undirbúið fyrirlestur og það allt í einu kemur þessi setning til mín, nánustu samskiptin eru þau flóknustu. Og ég fór eitthvað og skoðaði hvað lægi baki að því að ég hugsaði, já, þetta mikill sannleikur. En komst að því að það sem að gerist í rauninni í fjölskyldum er að þar eru algjörlega varnarlaus. Já. Við svona fellum með mitt varnirnar, við fellum grímuna og þar af leiðandi erum við líka miklu svona viðkvæmari og á ensku kallað vulnerable, við erum svona auðsæranlegri. Já, við erum auðsæranlegri en við erum líka svolítið í okkar góðu styrkleikum í þessum aðstæðum. En nánustu samskiptin verða með svona flókin af því að sko eins og það kemur eitthvað upp á að þá það svo erfitt. Það getur verið mjög þrúgandi. Fyrir utan það líka að þetta fólk sem við erum í mestu samskiptunum við, það líka fólki sem við kannski tökum mest mark á. Beint og óbeint. Já, og skilgreinum okkur jafnvel út frá. Já, einmitt, við gerum það. Ég meina það rannsóknir hafa sýnt það að þú verður fyrir mestum áhrifum af þeim 5 manneskjum sem ert í mestum samskiptum við. Já. Þannig að það náttúrulega iðulega fjölskyldan, að klárlega ykkur inn í hringnum allavega sem þar hluti af. Þannig að þetta varnarleysi gerir að verkum að við verðum svona, auðsæranlegri, við erum viðkvæmari, við kannski tökum hlutina bókstaflegar af þessum nánustu, á sama hátt líka, versus það að þessi sama manneskja, þessi nánustu samskipti, gerir það líka verkum að þau geta stutt okkur svo mikið. Já. Þau geta elt okkur ef þau eru góð. Ef við eigum maka eða ástvini eða ættingja sem hvetur okkur áfram, það getur verið gríðarlega svona öflugt. Þannig kemur við kannski að fara í gegnum eitthvað erfiða krísu í lífinu. En að eiga þetta sterka bakland í þessum nánustu tengslum, það algjört lykilatriði. Þetta eru dýrmætustu tengslin. Þetta eru dýrmætustu tengslin og þess vegna þurfum við líka að verja tíma til þess að byggja þau. En hvað með mörk? Þarf líka í þessum nánustu tengslum, þurfum við að setja einhver mörk? Já, við verðum að gera það. Ég ætla nú að leiða mér að því að nú situr nú maðurinn minn í salnum, en að við erum mjög ólíkar manneskjur en við segjum stundum að við erum 2 einstaklingar í einu hjónabandi og það hefur ekkert alltaf verið auðvelt en það aldrei neitt. Það aldrei allt eitthvað auðvelt.
En sko, eiginlega mörkin, það tengist mjög mikið virðingunni. Já. Að sko, ég ber virðingu fyrir hans áhugamálum, skilur, og hann fyrir mínum, og svo drögum við líka línu, þú veist, það ekki þar fyrir að ég held samt í nánustu tengslunum að þú segir, ég vil held ég allt við makaðinn, þetta oft sem betur fer, þá lánast það að makinn líka besti vinur okkar. En sko, mörkin kannski verða líka að vera þau að þú segir ekki þetta við mig. Þetta tengist líka þessum varnarleysinu, skilur við. Bara ef þú segir þetta við mig, það annað heldur en ef hún Gunna vinkona gerir það. Að það særir mig meira þegar þú gerir það. Af því að ég elska þig, skilur við. Af því að ég ber svo mikla virðingu fyrir því sem þú segir. Ég tek svo mikið mark á því. Þannig að þú ekki leyfa þér að því að þú oft líka þannig að við kannski komum heim einmitt eftir erfiðan dag í vinnu eða eitthvað slíkt og erum kannski ekki búin að alveg að vinna úr því sem var að gerast þar og kannski látum það bitna á fjölskyldunni, en af hverju gerum við það? Já. Þú veist. Ég meina, ég vann hérna í 4 ára heilsustofnun í Hveragerði sem var 40 mínútna akstursfjarlægð frá heimilinu mínu í Reykjavík. Á þessum 40 mínútum gat ég auðvitað undið ofan af öllu sem hefði verið að gerast í vinnunni, þannig ég kom heim alveg bara alveg endur nærið, sko. En við þurfum líka að taka ábyrgð á því að við erum ekkert að segja velta öllu yfir á okkar nánasta fólk. Nei. Þú veist, við þurfum að sko, að því að eitt af samskiptabóðurinn sem kannski mikilvægast að hlusta, við þurfum að hlusta inn í, sko, hvernig líður maka mínum, hvernig líður börnunum mínum núna, þú veist, geta þau tekið þessu sem ég ætla að fara að segja við þau. Þetta er svona aðeins að taka eitt skref tilbaka og staldra aðeins við. Þetta bara mín kergja, minn pirringur eða sem ég þarf einhvern veginn að... Þannig að þetta er spurningum að sko, það þarf að setja einmitt nánustu ástunni heilbirmörk og svo þarf maður náttúrulega að setja sjálfum sér mörk. Já. Bara nú þarf ég að stoppa, ég get ekki sett þetta yfir og þau. Já. Og eins ef að makinn kemur og einhvern veginn göslast inn á heimilið með pirringi, sko, sem bara nú verð ég að stoppa þau. Já, einmitt. Að þetta þessi, sko, það eru þessar 2 línur í rauninni, sko. Já. Manns eigin og svo fyrir aðra. Já, einmitt. Já, nefnilega. Hvernig sko geta samskipti stutt á jákvæðan og uppbyggilegan hátt við þær breytingar sem verða fjölskyldunni þegar börnin okkar fara að hefja sig til flugs úr hreiðrinu. Þetta svolítið sko að því við erum, þetta eru svo náin samskipti og svo kemur þessi tímapunktur að fólki sem þú ert búin að sko ala upp og eitthvað, það bara farið út af heimilinu og ætlar að stofna sitt eigið sko. Og þá hljóta mörkin eitthvað að breytast og þá hljóta tengslin eitthvað að breytast. Já. Þetta svolítið erfitt verkefni. Þetta sko mjög erfitt verkefni og ég veit að ég búin að hitta marga í gegnum tíðina sem að hafa einmitt á þessum tímamótum. Þetta á náttúrulega að vera, til dæmis fyrir marga þá þetta svona bara, nú börnin flogin úr hreiðrinu og við erum bara 2 eða þá nú get ég bara að sinna mínum hugðarefnum. En margir upplifa líka að þau missi hlutverk. Já. Þú veist, ég sést á 5 börn sem komu í heiminn á 9 ára tímabili, þannig að þetta var svolítið stuðið þarna. Og ég man eftir því að hafa einhvern tímann þurfti að fara á salernið og satt þar og þau voru öll inni á klósettinu. Já, en þá kom svona í hugan á mér, njóttu þess, þetta verður ekki alltaf svona. Nei. Sem betur fer, sko. Já, sem betur fer reyndar. En það væri enda dag í dag. Það væri alltaf vandræðilegt. En það er þetta að, sko, að því að hlutverkin þegar börnin okkar eru lítil, þá er hlutverkið svo rosalega skýrt. Það er bara. Þú þarft að hugsa þetta barn. Og allt leikjandi. Allt rosalega stórt. Og bara tekur tíma og þú þarft að elska þetta barn skilyrðislaust. Ég meina, þetta er gríðarleg ábyrgð að koma þessar litlu manneskju til manns, skilurðu, að hún læri að bera ábyrgð á sér. Það er náttúrulega mikilvægasta hlutverkið, en svo allt í einu eru þau farin, skilur, ungarnir, bara farnir að þjálfa sína vængi og maður situr eftir og bara, kannski kemur í hugan bara, gekk ég til góðs, gerði ég mitt besta, alls konar svona, en það er líka svo erfitt, og nú tala ég af reynslu, það er að sleppa þeim takinu. Já.
skilurðu, að vera ekki bara andon í hálsmálið á þeim og einhvern veginn bara vera alltaf tilbúinn og bara hérna reiðubúin að koma og stökkva og gera og græja og bjarga, sko. Að þau þurfa líka að bjarga sig sjálf. Virða þeirra ákvarðanir. Já, einmitt, og virða þeirra mörk. Og ég hugsaði mitt hérna, að því vorum að tala varnarleysið áðan, og ég held til dæmis að þegar þegar ég hugsa tilbaka, þú veist, þegar maður var sjálfur þegar ég fór að búa með manninum mínum og eitthvað svona þetta, að maður fór að stofna sitt heimili, að þá langaði mann til þess að verða bara sjálfstæð manneskja en samt varnarlaus í þessum tengslum við makann. Og núna eru bara börnin manns þar. Þú veist, við erum ennþá foreldrarnir, ennþá klárlega bakland og til staðar, en þau þurfa líka að bara búa sér til sinn veruleika. Það sem að þau bara eiga í þessum vonandi góðu og heilbrigðu tengslum við sína maka, þar sem að þau fá líka að vera varnarlaus, þar sem að þau fá að vaksa og þroskast og blómstra í þessum tengslum. Við eigum ekkert með að vera vesenast í því, skilur við. Þannig að við þurfum svona að draga þá línu en að vera til staðar. Við til dæmis ákveðum það núna, bara svona eitt dæmi ég held ég hef verið síðasta haust, að því áður var ég að vinna í Hveragerði þannig að ég var mikið í burtu. En núna erum við alltaf með pizza á föstudögum og ég veit að það eru margar fjölskyldur á Íslandi sem eru með pizza á föstudögum. Og veistu það að ástvinir, fjölskylda og matur, þetta er bara rosa gott kombo. Já, ég tek undir það. Já, það ekki. Jú, það er alveg satt. Já, og það er líka bara því þarna, sko bæði það að hafa alltaf einhverja reglu, bara á föstudögum bjóðum við upp á pizzu, ég baka pizzu og allir koma og það er rosa gaman og núna erum við stundum með bíókvöld og svona. Þannig að maður býr til svona nýtengsl, skiljið. Já, nýjan vettvang. Nýjan vettvang, já. Af því að þau eru bara að búa sér til sinn og makinn eins og við hjónin, við þurfum að fara að búa okkur til eitthvað nýtt, skilur við. Kannski bara njóta þess að sinna einhverjum áhugamálum, eitthvað svona. En það er líka mikilvægt, alveg eins og ég naut þess á sínum tíma að vera með öll með mér á baðherberginu. Já, alveg því líkt. Alveg því líkt, en þá þarf maður líka að læra að njóta þess tíma sem er núna, skilur við. Til dæmis eins og fólk sem á ekki barnabörn, áður en að þau fara að koma, allt í enn að njóta, þetta er ákveðin svona, ég vil ekki kannski nota orðið frelsi, en þetta er samt ákveðið svona, þú þarft ekki alltaf að elda á hverju kvöldi, þið eru bara tvö, skilur við. Þannig að þetta er klárlega tímamót, ég meina lífið er bara tímamót og tímabil. Og þetta er eitt tímabil og mörgum þykir það erfitt af því að verkefnið sem að þau voru í áður, börnin voru lítil, það var svo krefjandi og leið gefandi og nærandi, en allt í einu er bara það svo gjörbreytt. En svo af því að nú er ég ung móðir með 2 börn og svona byrja að móta mitt heimili, sko, að svo get ég alveg votta fyrir það að sko varnarleysi gagnvart foreldrunum, það breytist, en það fer samt ekkert, sko. Það skiptir alveg máli hvað mamma segir og þegar maður er að búa til sitt heimili og er að finna út í hvernig maður ætlar að ala börnin sín, sko, að það er ekki sama hvað konan næsta húsi segir eða mamma eða pappi. Þannig að ég sem foreldrar þurfa að vera líka meðvituð um það, sko, það er alltaf, sko, veikur blettur fyrir mamma og pappa, þó að maður verið fullarinn og allt það, sko, að þau eru svo sannarlega baklandið, sko, vonandi. Það er alltaf svo rosalega styrkur í því að hafa foreldrarna á kantinum og maður vill auðvitað vita hvað þau hafa að segja og vill að þau séu nú svona nokkuð ánægð með mann. Það skiptir alveg máli og það er ekki mikilvægt einmitt með virðinguna að fólk sleppi þá ekki alveg tökur, nú þarf ég ekkert að hafa heimili á mig, nú eru þau orðin svo stór og fullorðin og eitthvað, en þetta er alltaf mamma og pappi, sko. Já, og það er líka bara, svo dýrmætt líka eiga þá þessi tengst, að hafa bara, þetta eru fólki sem að ólið upp, þetta eru fólki sem að elskar þið mest, skilur við, svo að bregnastu maka og þá koma önnur tengsl og aðrar, önnur ást, annars konar ást, en það er þetta eiga þetta fólk að, og það er líka fyrir sko foreldrana og ég vissum að ég get tala fyrir foreldra þína ef ég hóksum, en nú ert þú bara svipum aldur á börnin mín. Að það er líka að sjá bara að hvaða manneskjum börnin okkar verða. Og maður sér, já, ég vissi að hún, einmitt, þú veist, ég sá þetta bara þegar hún var sko 4 ára eða, skilur, það er að sjá bara þessa góðu styrkleika barnanna sinna að þau blómstra og njóta sín og verða svona að heilbrigðum og hamingjusömum manneskjum, skilur við, en svo er maður þarna til staðar og af því maður þekkir þau svo vel,
og maður veit, og maður oft skynjar bara ef að það eitthvað í gangi, þekki veikleikana, veit hvað þeim þykir erfitt að takast á við, þá getur maður kannski stigið inn eða svona góðlátlega að vera til staðar, skilur, án þess að fara alveg yfir mörkin þeirra eða fara að efast að þau geti tekist á við kannski erfiða þætti í lífinu, skilur, hvort sem það er, hvort sem það er til að verða stór tímamót, eignast barn eða kaupa sér íbúð eða hvernig sem það er. En að við svona getum verið, baklandið og þetta er náttúrulega ekkert eins og þú segir ekkert venjulegt bakland. Nei. Þetta er bara, þetta er fólk sem þekkir mann svo vel. Hefur alltaf aðra stöðu heldur en allir aðrir. Algjörlega. En nú er það náttúrulega þannig, það er ekki alltaf þannig að samskiptin séu góð. Nei. Það komu þetta erfiðleikar og það er og þetta af því að við erum svo einmitt viðkvæm fyrir hvort öðru í þessum nána hring, Hvernig er hægt að takast á við tilfinningalega erfið samskipti í þessum nánu tengslum, þessari nánustu fjölskyldu? Þegar einmitt það kreppir að og það verða, fólk gerir mistök eða það verða erfiðleikar, og hvað getum við gert? Það er tvennt sem er svona lykilatriði þar, myndi ég segja. Það er annars vegar að draga sig aðeins í hlé og hlusta, hins vegar. Þá meina ég að draga sig í hlé, bara aðeins að fara tilbaka og svona svolítið að ímynda sér að maður horfi yfir, veitu hvað er að gerast hérna? Hvaðan koma þessar kenndir? Fara kannski aðeins út úr tilfinningunum? Já, fara aðeins út úr tilfinningunum og svona reyna að horfa yfir, átta sig á því, betur, er þetta ég, er þetta hann eða hún, hvað er í gangi hérna, og hlusta. Og svona og líka þetta að leggja, að fólk fái tækifæri til þess að leggja sínar tilfinningar svolítið á borð. Án þess endilega við segjum að svara einhverju. Já, bara þér á ekkert að líða svona. Skilur, ekki fara í þetta, skilur, ekki fara í þetta. Heldur frekar að fólk, að því að við erum, þó að þetta sé náin fjölskylda og tengd og skyld og allt það, og þá erum við líka einstaklingar. Með ólíkar tilfinningar og ólíkar sýn. Ólíkar upplifanir af því sem gerðist. Já, einmitt. Þannig að við þurfum svolítið að fá að, þú sagði þetta og það hafði þessi áhrif á mig og þá má maður ekki fara, það er ekki þannig. Ég meinti þetta ekkert svona. Ég meinti þetta ekkert svona, einmitt. Þú ert bara að skilja þetta vitlaust og eitthvað annað. Þannig að við erum svo fljót að fara þegar eru svona tilfinningalegir erfiðleikar í fjölskyldum, við erum svo fljót að fara í að verja okkur. Já, af því að við erum svo varnarlaus. Já. Og þetta er svo sárt þegar þetta er í þessu nánustu tengslum og það er svo eðlilegt að fara í varnarhætti og ásaka eða hvað sem það er sem við gerum til að verja okkur sjálf. Og við förum, og ég held að það er algjörlega eitthvað, og við förum oft í svona gamla varnarhætti sem við þekkjum bara frá því að við vorum kannski lítil. Eða þá eitthvað sem við erum bara búin að þetta er svona eins og vopn sem við erum búin að safna að okkur í gegnum lífið og við vitum ekkert alveg hvaðan þau koma. En við förum að nýta þau inni sérstaklega í svona krefjandi aðstæðum eins og í fjölskyldum. En það sem er oft þurfa líka fjölskyldur hjálp, utanaðkomandi hjálp. Já, til þess að eiga þetta samtal sem þú varst að lýsa. Já. Þetta bara, mér leið svona þegar þú sagðir þetta. Já. Ekki þú gerðir þetta, heldur mér þegar þú sagðir þetta, þá leið mér svona. Bara leggja tilfinningunum svolítið á borðið. Já. Þarna kemur líka aftur inn virðingin. Já. Af því að oft er það þannig að þegar það er kannski komin einhver utanaðkomandi sem að kannski fjölskyldur leita til, fjölskylduráðgjafi, prestur, sálfræðingur, hver sem er, að þá ertu komin með svolítið annað, þá kemur annað dýnamík. Þá vaknar kannski upp þessi kurteisi sem við höfum fyrir fólki utan fjölskylduna sem við vorum að tala bara, nú þurfum við aðeins að hafa okkur, við getum ekki verið alveg svo brjálæðingar hérna. Það er kannski það, við fáum inn utanaðkomandi og þá strömmum við okkur pínlítið af. Já, ég held að þetta er mjög góð punktur, ég held að sé akkurat þetta sem gerist. Að því þá líka, strömmum okkur af, við förum og svona iðkum ákveðna sjálfstjórn. Já, setjum okkur mörk. Setjum okkur mörk og þá hlustum við líka betur. Já. Þá heyrum við bara hvaðan koma þessar tilfinningar. Já. Þú veist, kannski bara særði ég manni minn mjög mikið með því að segja þetta. Þó maður ætlaði það ekki. Þó maður ætlaði sér það ekki. Og þá er til dæmis bara einfaldast að geta sagt fyrirgefðu og meina það frá dýpstu hjartarótum. Já. En svona þegar erfiðleikarnir eru svona miklir, að þá er svo auðvelt að annarkvort bara að svara með því að verja sig og segja bara já, nei, bara hafna þessum, hinum, hvernig öðrum líður. Skjóta móti og svona. Já, eða bara fara.
skilur. Eða bara, heyrðu, ég tek ekki þátt í þessu, ég ætla ekki að eiga þetta samtal við þig. Já, þetta er of óþægilegt. Þetta er of óþægilegt, en þá er alltaf eitthvað sem er óuppgert. Já, og þá hreinsar maður ekki til. Maður hreinsar ekki til, og svo kannski löngu seinna eða stuttu seinna, að þá kemur eitthvað upp á og þá er ennþá þetta mallandi. Já, það leggst það bara ofan. Og bara leggst ofan á, já. Einmitt, nefnilega. Og við viljum náttúrulega komast sem mest hjá þessu. Já, það er mjög mikilvægt. Og þá dettur mér í hug svona forvarnir. Sko, hvaða, kannski að lokum, í hverju felast forvarnir í fjölskyldulífi? Já. Það er sko, þær felast í rauninni því að hver og einn fjölskyldumeðlimur hlúi að sér. Já. Og það er nefnilega svo gott þetta með á þeim tíma þegar við flugum hér landshorna og landa á milli. Jú, í það gömlu góðu daga. Að þá eins og allir muna, þá er sagt að maður eigi að setja súrefnisgrímuna fyrst ef maður er að aðstoða börn. Já. Þetta fyrst á sjálfan sig og aðstoða svo börnin. Já. Og það er svolítið þarna, þetta er svona lærdómur sem má heimfæra yfir á margt og ekki síst þetta eins og með forvarnir í fjölskyldulífi. Og eins og ég sagði við áðan að fólkum sem ég og maðurinn minn erum 2 einstaklingar í einu hjónabandi. En það hefur sko okkar svona erfiðustu stundir, þar hafa oft komið einmitt þegar við erum ekki að gæta því að hlúa okkur sjálfum. Já. Og við gerum það með ólíkum hætti. Já. Hann spilar á bassa í hljómsveit, skilur við, á meðan ég fyrir út að hlaupa. Já. En við þurfum að gera, og við þurfum að iðka þetta. Það er ekki nóg bara að hlúa að sér, bara taka 20 km hlaupatúr á laugardegi og hlaupa og svo ekki til 2 vikur, skilur. Já. Maður þarf að á hverjum degi að gefa sér rými til þess að hlúa að sér, af því að það sem að gerist þá er það að við aukum sjálfsþekkingun okkar. Við gerum einhver betur grein fyrir því hvaðan tilfinningar okkar og líðan er að koma. Og við þurfum að hlusta á okkur sjálf, hlusta á af hverju líður mér svona, af hverju vakna þessar tilfinningar hér. Já. Og ég var þegar ég var að læra hjúkrunarfræði, þá var ég á tímabili á barna- og unglingageðdeild Landspítalans og þar var deildarstjóri sem ég lít mikið upp til, mikil fyrirmynd. Hún reyndar hætt þar núna, hún heitir Vilborg, og hún sagði mér að á hverjum degi í vinnunni að þá fær hún alltaf afsíðis og í bara 1 mínútu eða eitthvað á svona tækjumst svona stöðu tekka á sjálfri sér. Já. Bara hvernig líður mér núna í dag? Þetta er bara búið að vera krefjandi dagur, erfiðir fundir, erfið samtöl, bara hvernig líður mér? Og bara, hún kannski gat ekki alltaf gert eitthvað í því, en hún var meðvituð um það. Já. Og þá gat hún gengið út aftur og átti betri samskiptum, af því hún var búin að horfa eins inn á því. Já. Þannig að sko, til þess að geta einhvern veginn iðkað forvarnir í fjölskyldulífi, að þá þurfum við að passa alveg sérstaklega vel upp á þetta. Já. En það er svo auðvelt nefnilega oft ef álagið er mikið, ef það er mikið að gera í vinnunni, út með mörg börn og það er rosa mikið, það þarf skuttla og sækja og allt þetta. Já. Og þá er svo auðvelt að sleppa þessu. Og þá kemur svona rörsýn. Já. Það verður eitthvað, maður getur ekki farið og hort yfir sviðið. Nei. Undir miklu álagi, allan að það er mín upplifun. Sko. Já, þú bara ferð hún í, það er þannig. Já. Og þú þarft að ná þessari yfirsýn. Og ég veit að til dæmis eins og ég sagði við áðan að þá er eitt af því sem ég ger að fara út að hlaupa. Já. Og þá oft opnast eitthvað. Já. Kannski og stundum, og það er ekkert endilega tími sem skiptir máli. Nei. En það er þetta að hafa ákveðið að verja tíma til að hlúa að sér. Kannski hef ég bara kortir og þá bara fer ég að labba aðeins inn á Sæbraut og svo tilbaka. Já. En ég ber þá virðingu fyrir sjálfur mér að ég gæta því hvernig ég ver tímanum mínum. Og ég veit að ef ég ætla að verja tímanum mínum til hagsbóta fyrir aðra, þannig að það ber í góðan árangur, hvort sem það er í samskiptum með öðru, þá þarf ég að byrja á því að verja tíma til að hlúa sjálfur mér. Já. Þannig að það er eiginlega svona lykilatriði í þessu. Já, að bera ábyrgð á sjálfum sér. Að bera ábyrgð á sjálfum sér, já. Ég held að þetta séu mjög góð lokaorð og takk Aðalbjörg fyrir að koma. Ég vona að þetta spjall okkar nýtist fólki, að það kannski horfi aðeins öðrum augum á tengslinn sín eða sjáu ákveðnar lausnir eða nýjar venjur eða hefðir eða eitthvað sko. Það er auðvitað, við erum með þessar fyrirlestra til þess að reyna okkar best að gera gagn og mér fannst þetta afskaplega gagnlegu fyrirlestur. Þakka þér fyrir Aðalbjörg. Bara mín var ánægjan. Og við sjáumst næsta miðvikudag. Þá kemur til okkar ný fyrirlesari sem að fjallar samskipti út frá öðrum sjónarhóli. En takk fyrir í dag.